blessa það sem við leggjum fram fyrir þig. Við viljum vegsama þig og lofa þig og ganga fagnandi að því Drottinn að vinna lofaði og tigna. Við vitum hvernig þú ert í hátign og dýrð, hvernig þú ert klæddur og hvað þú ert, Jesús minn. Og þannig viljum við fagna fyrir þig líka að hjarta okkar og við sjálf megum eiga fagna okkar fullkomin í þér. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjörðu svo ekki svo að Daniel leið okkur og já, við fáum að njóta þess að vera með þér. Já, sömuleiðis. Að syngja sálmann. Sálminn, sálmur vor Jesús.
sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, þann aldrei þyrsta sem á mig trúi. En ég hef sagt við yður, þér hafi séð mig og trúi þó ekki. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllum því sem að hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þetta er loforð og fyrirheit sem Guð hefur gefið okkur. Við hvílum á þeim og þetta eru orðin bara af hans munni, og við skulum njóta þess að festa þau í hug okkar og hjarta, svo að trú okkar hún sé ekki byggð á einhverjum mannlegum tilfinningum, heldur á því hvað Guð svo segir, það sem Jesús segir. Amen. Amen. Erum við bænum sem við viljum minna Drottinn á. Amen. Já, ég endilega fyrir henni sínu hans Silvan. Hún er virkilega mikið veik og kom 2 mánuði eftir meðgöngu og frísk. Já. Svo það bara að vera fjölga í búi hjá þeim. Já. Já, já. Já, við skulum biðja fyrir því. Þetta verði góð fæðing og gott barn sem kemur frá Silvan og frú. Drottinn minn, þakka þér fyrir að í þínu nafni, þá megum við varpa þessum málum fram fyrir
úr orði þínu, hvað þú kendir, hvað þú sagðir, Drottinn, að við mögum taka á móti þér sem þessari himnesku gjöf. Þú ert sannarlega brauð lífsins, þú ert sannarlega frelsarinn og nú vörpum við til í Drottinn þeim bænarefnum sem eru bak við uppliftar hendur og líka það sem Silvan og frú er að ganga í gegnum. Drottinn minn, bægðu í burtu öllum hættum, öllu því sem vil eyðileggja fæðinguna, leyfðu fæðinguna eiga sér stað á góðan hátt, læknaðu, blessaðu, styrktu og þakkaðu fyrir að við munum biðja fyrir því að barnið komi inn í fagnandi fjölskyldu og fá að vera með okkur hér á Íslandi og njóta þess að ala þér upp á meðal okkar. Drottinn, þú blessar, þú leiðir og þú hjálpar okkur til þess, Drottinn Jesús, að við sem hér erum inni, við höldum okkur fast við þinn himneska boðskap, að orðið þitt, það er brauð okkar, það er næring okkar, líf okkar og tjáning okkar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjörðu svo að fá okkur sæti. Svo ætlum við að hittast á þriðjudaginn klukkan 5. Þá eru við sem að búa hér, koma og takkið í bænastrengi með okkur. Þið sem eru ekki búandi hér, það er alltaf að taka tíman frá klukkan 5. Við byrjum saman. Svo er það föstudeginum, það er klukkan 7 ekki, 8. Og þá ætlum við líka að vera með bæn. Og við njótum þess að bænin sem að mun aldrei bresta þig, hún stefnir á það að blessa land okkar og þjóð. Og þið sjáum hvernig er komið fyrir okkur. Ég sá ekki annað heldur en að í útvarpinu í gær var að sýna okkur að þjóðin okkar er í mikilli angist. Og það er alveg sama hvað konur ráða miklu og alveg sama hvaða stöður þær fá. Það vantar frið í heimili. Það vantar mikið inn í samfélag manna. Við þurfum að biðja frið Guðs yfir þjóðina. Og það er ekki bara spurningunum um það hvort að konur nái réttlæti eða nái völdum. Það þurfa að eiga frið þar sem þær eru. Og eiginmenn þurfa að vera friðelskandi eiginmenn. Þetta er bænarefni hjá okkur. Amen. Gjörðu svo vel kíkjum við. Taka fólk. Við erum að fara í framkvæmdir í sumar. Þannig að við þurfum á fjármagni að halda. En Guð blessa glaðan gjafar að gera það. Drottinn minn, allt sem við höfum kemur á þér og fáum tækifæri til að gefa tilbaka, ekki að skildunum eða áður heldur í trúrækni. Amen. Drottinn minn, ég bið að veiti þér viðtöku sem við höfum fram að færa, þér til dýrðar og okkur og öðrum til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Líka að segja ykkur frá því páskana, þá erum við að hafa mót hérna og þá fáum við góða heimsókn frá Færeyjum. Það koma 8 Færeyingar í heimsókn til okkar. Þannig að það verða samkomur frá föstudegi og fram á páskadag, páskana. Það er eftir hálfánótt. Mér
En Guð góður. Ég var að hugsa að það er með þessa þekkingu sem að tapa stundum og mér langar að tala persónu í dag sem að það er ekki ægilega margir sem þekkja hana og Jesús sagði að heimurinn gæti ekki séð hann en hann sagði að þeir sem trúa á hann þeir munu sjá hann og kona mín hún fór út í búð talandi þekkingu hún fór út í búð daginn og hún var að leita Biblíu og það var svolítið skondið að það voru ungar stúlkur þarna eða konur og jú þær gætu bent en það eru til 3 Biblíur hérna og það var eitthvað
það er ekki mikið úrval af biblíum í dag í bókabúðinu, allavega ekki hér í Keflavík. En svo spurði hún hvort að þau ættu Nýja testamenti og það svona kom spurningamerki og svo kom spurningin, hvað er það? Hvað er það? Og hún fór eitthvað að tala meira við þær og svo segir önnur stúlkan, heyrðu, viltu að við hringjum í prest? Það er hérna, vinkona mín er með presti. Og hérna, mér fannst þetta mjög svona skemmtileg upplifun, en þetta þýðir það að í raun og veru að sú þekking, eitthvað sem allir vissu fyrir svona einhverjum áratugum, það veit fólk ekki lengur í dag. Fólk veit ekki hvaðan það kom, það veit ekki hvað það er að gera hérna og það veit ekki hvert það er að fara. Og mér langar að hérna, já, það er tilvitnun í Dómarabókinni í Biblíunni, það þarf ekki að fletta því upp, en þar er sagt að þegar Jósúa, hvað eru margir sem vita, hafa heyrt Jósúa í Biblíunni? Jósúa. Móse, Jósúa. Fyrst kom Móse, svo kom Jósúa. Að það kom kynslóð á eftir Jósúa, hún þekkti ekki drottinn. Jósúa og öll sú kynslóð þekkti drottinn. Þetta er alveg eins og ef að sko, þið strákar, þið eigið kannski afa, svo ef að eignist þið börn og börnin ykkar, þau þekkja aldrei afa og vita ekki hver afi var, það er ekki rétt, þá hafið þið ekki staðið ykkur. Þið áttu að segja börnunum ykkar frá afa, sýna börnunum ykkar mynd af afa og segja börnunum ykkar hvað afi var að gera. Eru þið sammála? Já, þetta fatta þeir. Þannig að við þurfum að segja næstu kynslóð frá því að það var Guð sem skapaði okkur. Heimurinn varð ekki til að engu, það var Guð og er Guð. Og hann Snorri, þegar hann endar samkomur, nú ætla ég að stela frá honum hérna einu vessi og hafa það sem innganginn minn í dag, þá segir hann í 2. Korintubréfi 13:13 að náðin drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Þetta hljómar flott í kirkju. Já, svona, nú getum við farið í kaffi. Og það tekur engin eftir í raun og hugsar engin, já, nú er ég að segja meira en ég veit. Stundum tökum við þetta bara sem sjálfsagt og við hugsum ekkert út í þetta. Náðin drottins Jesú Krist, hvað á hún að gera með mér? Ég meina, kona mín fer með mér heim og kærleiki Guðs. Ég meina, kona mín elskar mig, hvað þarf ég kærleika Guðs líka? Og svo samfélag heilags anda, krakkarnir mínir með og við erum bara fjölskyldan erum að fara og við ætlum eiga samfélag, en hér er verið að tala náðin drottins Jesú Krist. Veistu að þú þarft á náð að halda til að ganga með Guði. Það er hans gjöf, náð er gjöf, ok? Kærleiki Guðs. Ég var að hlusta á mann í gær, hann sagði, það er eins mikill munur á kærleika Guðs og ömmuðinnar og eins og ljósið er öðruvísi en myrkrið. Þannig að kærleiki Guðs og ömmu er ekki hinn sami. Amma getur elskað þig og mamma, en kærleikur Guðs er miklu dýpri. Og besta skýringin fyrir mig er að kærleikur Guðs, hann höfðar alltaf til eilífðarinnar. Það er eilífðin. Kærleikurinn hennar mömmu, hún hugsa bara það sem er í dag og á morgun. Að Lilli hafi nú góðan graut og allt þetta, en Guð, hann hugsar eilífðina fyrir þig. Og það er munurinn á kærleika Guðs og kærleika manna, að það er alltaf þessi eilífðar hugsun á bakvið kærleika Guðs. Og hvað þýðir það? Jú,
Guði er ekki sama hvert þú ferð eftir að þú deyrð. Hann vill fá þig til sín. Og þannig að þetta samfélag heilags anda, aðeins að það er eitthvað sem að fáir þekkja, og Jesús hann orðaði þetta svona að hann kemur, ég ætla að senda ykkur annan hjálpar og hann kemur, heimurinn getur ekki séð hann, þekkir hann ekki, en þið, og þá er hann að tala við lærisveinana, þið munuð þekkja hann verður hjá ykkur og hann verður í ykkur. Og Páll hann segir á einum stað að Guð er trúr, hann hefur kallað okkur til að eiga samfélag við son sinn Jesúm Krist. Og þetta samfélag sem að Jesús er að tala að Jesús, hann fór og hann sagði þegar hann fór, ég ætla að senda annan sem kemur í staðinn fyrir mig. Og þessi annar er heilagur andi. Og hvað eru margir sem vita hvað heilagur andi er? Er hann eitthvað bara, er hann svona eitthvað in the sky? Er hann einhver orka? Jafnvel kristnir í dag er að tala orku. Það er nýaldar lykt af því. Við tölum ekki orku, við tölum persónu. Heilagur andi er persóna. Hann er persóna, hann hefur tilfinningar, hann getur verið hryggur, hann getur verið glaður og hann er hér í staðinn fyrir Jesúm Krist, en Jesús sagði samt, það geti þessu, hann sagði líka í Jóhannes 14:20 að ég kem til yðar. Hann sagði, fyrst segir hann, ég mun senda annan hjálpara, og orðið annar er orð sem nú er ég búin að gleyma hvað grískan segir, en það þýðir annar í staðinn fyrir mig sem gerir það í minni fjarveru sem ég myndi gera ef að ég væri hér. Þannig að Jesús, hann er búin að þegar hann fór, þá sendi hann annan hjálpara í staðinn fyrir sig. Þannig að núna er Jesús hér á meðal okkar í heilugum anda. Og hann segir að Guð, hann hefur kallað þig og mig til að eiga samfélag við hann. Hann hefur kallað okkur til að eiga samfélag við heilagan anda. Þetta hljómar spúki fyrir marga í dag og margir hafa ekki áhuga á að vita hver heilagur andi er, því síður að eiga samfélag við hann, en ef þú hefur gefið Jesú hjartað þitt, ef þú ert endurfæddur, þá viltu eiga samfélag við heilagan anda. Og það er hann sem og ástæðan, sumir segja, af hverju heilagur andi, af hverju var Jesús ekki hérna áfram? Jesús sagði, það er yður til góðs að ég fari, vegna þess að Jesús gat bara verið á einum stað. Hann var bara í Ísrael og hann gekk þar og hann fór í héröðum þar í kring, en í dag getur hann verið allstaðar. Og þú segir, hvernig getur hann verið allstaðar? Hvernig getur, ef að mennirnir geta það, þá getur hann það. Ef að einn maður getur verið allstaðar í heiminum á sama tíma í gegnum samfélagsmiðla, þá getur Guð verið allstaðar á sama tíma í gegnum sinn samfélagsmiðil. Hann þarf ekki þessa tengingu, hann getur verið allstaðar. Sko, við getum séð, sumir vilja ekki sjá hann, við getum séð Trump allstaðar á Íslandi, en hann er í Ameríku. Og sumir, hann getur verið allstaðar í heiminu af því að menn sjá hann í gegnum sjónvarp og í gegnum samfélagsmiðla. Heilagur andi getur verið allstaðar á sama tíma, og það er ástæðan fyrir því að Jesús, hann sendi okkur heilagan anda til að vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Og þegar Jesús segir, sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, þá er það ekki maðurinn Jesús Kristur, það er heilagur andi. Það er heilagur andi. Og heilagur andi, það segir í 1. Mósebók 1:2 að hann var framkvæmdar aðili þrenningarinnar. Við segjum að Guð, hann er þríeinn. Hann er Faðir,
sonur og heilagur andi. Guð þríeinn, Faðir, sonur og heilagur andi. Þú ert kannski líka þríeinn, andi, sál og líkami. Þú hefur innri mann og ytri mann. En Guð, hann þríeinn og það var andi Guðs sem sveif yfir vötnunum. Og við segjum að andi Guðs, hann var sá sem framkvæmdi, þegar Guð sagði verði ljós, þá kom andi Guðs og framkvæmdi. Þegar Guð sagði við skulum gjöra manninn, þá kom andi Guðs og framkvæmdi. Andi Guðs var sá sem reisti Jesúm upp frá dauðum. Guð Faðir kom ekki niður. Það sagt í Efesusbréfinu 1:19 segir að andinn mikli ógurlegi kom og reisti Jesúm upp frá dauðum. Hann var ósýnilegur, það sá hann enginn, en hann kom niður og hann reisti Jesúm upp frá dauðum. Og þessi heilagi andi, það hann sem að læknar hvar sem við erum, hvort sem við erum á samkomu eða þegar við biðjum í Jesú nafni, þá kemur þessi andi og hann læknar. Og nú komum við að kjarna málsins. Við erum kölluð til að eiga samfélag við hann. Sjáðu, ef að þú ferð í skóla, þá ferðu til að læra eitthvað eða ekki. Og þú þarft að eiga samfélag við kennarann þinn. Og eftir því sem þú leggur þig meira fram, þá lærir þú meira. Og síðan þegar þú ert, hann hérna, einn vinnur okkar hérna, hann ætlar að vera smiður. Og hann sagði með það fyrir samkoma, hann ætlar að vera smiður. Og hann að læra að verða smiður. Og til þess að læra að verða smiður, hvað gerir hann? Hann fer í skólan á hverjum degi, hann talar við kennarann, hann á samfélag við kennarann, hann lærir af kennaranum. Og kennarinn sýnir honum hvernig hann á að gera hlutina, stundum tekst honum og stundum tekst honum kannski ekki, en þá heldur hann áfram og þangað til hann búinn að ná taki á að saga, taki á því að nota hamarinn og sem sagt, eftir 4 ár að þá hann orðinn fullnuma smiður. En kennarinn hans var sá sem að kenndi honum að verða smiður. Heilagur andi, hann kennarinn okkar. Vitið að Jesús sagði, hann segir á einum stað, hann segir með þess að í Jóhannes 14:26, þá segir hann mun kenna þér allt. Hann mun kenna þér allt. Og hann mun minna þér á allt. Og spurningin höfum við tíma til þess að læra? Oft það þannig með kristna að það kom í huga minn hérna, það svona kór sem við syngjum, allt annað legg ég til hliðar, ef ég aðeins fæ að snerta himininn. Ok, það ein kona hérna, hún segir stundum, ég get ekki sungið þetta því ég meina þetta ekki. Og hérna, hún einlæg og hún hreinskilin. Og ég var að hugsa, allt annað leggið til hliðar ef ég aðeins fæ að snerta heiminin. Hvað eru margir sem eru tilbúnir að hlaupa hérna út í dag til að snerta eitthvað allt annað en heiminin? Hvað eru margir sem hætta að hugsa heiminin leið og eru komnir út? Spurningin leggjum við allt annað til hliðar til þess að fá það sem heilagur andi vill kenna okkur. Ég var að hlusta á hann Gylfa Þór fótboltamann. Þið vitið að hann þurfti að hætta í fótbolta í 2 ár. Og hann hafði alltaf langað til að læra spænsku, en hann hafði aldrei komið sér að því. Nú hafði hann ekkert að gera. Og þá fór hann að læra spænsku. Og hann stundaði spænskunám í 2 ár af eigin sögn og hann sagðist vera vel slarkfær í að tala spænsku. En ég var að hugsa, hvað þarf til að við lærum að vinna verk heilags anda? Hvað þarf til þess? Við erum með fólk á meðal okkar sem að þarf lækningu. Heilagur andi læknirinn, hann sá sem að kemur með þetta, en sjáðu til, hann vill gera það í gegnum okkur. Og
hvað eru margir sem eru tilbúnir að læra af honum svo við getum orðið fullnuma smiðir í að lækna fólk. Það er allstað fólk sem vantar lækningu. Kirkjan hefur ekki það sem Jesús hafði. Pétur sagði, það sem ég hef, það gef ég þér. En kjarnin í þessu sem ég vil segja í dag er að Guð, hann er að kalla okkur til að eiga samfélag við yfir læknirinn, við yfir mann bænahússins, yfir maður kirkjunar. Það er hinn mikli, voldugi, öflugi, heilagi andi. Og ef að þú nærð að læra af honum, þá getur þú gert það sem hann gerir. Ef þú nærði að læra með honum og ef þú vilt leggja allt annað til hliðar, það er málið. Það er lykillinn er þar að við leggjum allt annað til hliðar til þess að hann fái að koma og lifa í gegnum okkur. Og það segir hérna, ég setti upp í Jóhannesar Guðspjalli 14:26, ég setti upp eina glæru þarna heilagur andi, hún er neðst, að hann er í Jóhannes 26, þá er talað andan og Amplified Biblian, hún segir okkur að hann sé hjálpari, en hjálparinn andinn heilagi sem Faðirinn mun sendi í mínu nafni mun kenniður allt og minniður á allt sem ég hef sagt yður. Hjálparinn, ok? Hann er hjálparinn andinn heilagi, hann er hjálpari, síðan setti ég þarna glæru sem segir, Amplified Biblian segir okkur að hann er ráðgjafi og hann er hjálpari. Og mér fannst það svo gott að hann, stundum færðu ráð. Það er einhver sem er ráðleikur og segir, heyrðu, þú átt að gera þetta svona. Já, en svo flott þegar þú gerir það. Hjálpaðu mér þá. Það er það sem heilagur andi gerir. Hann segir, svona skaltu gera þetta. Svo segir hann, ég skal hjálpa þér. Svo segir hann er málsvari. Í Jóhannesarbréfinu 2:1 þá er talað málsvara. Málsvari er lögfræðingur, gamla þýðingi segir, árnamaður. Hann er einhver sem að hann svarar bara fyrir þig. Ef einhver ásakar þig, þá svarar hann fyrir þig. Og hann er alltaf til staðar. Enska þýðingin segir að hann er stand-by. Þetta var á einni glæru þarna í söngvonum. Neðst. Ég prentaði þetta inn fyrir samkomu. En þá er það hjálpari, hann er ráðgjafi, hann er málsvari og Biblían segir, enska Biblían segir að hann sé stand-by. Stand-by, alltaf þar. Og hann er huggari og hann er líka fyrirbiðjandi. Hann er huggari, hann er fyrirbiðjandi og hann er styrkur og hann er kennari. Hann er hjálpari, hann er ráðgjafi, hann er huggari og hann er málsvari og hann er fyrirbiðjandi. Hann er til staðar, hann er styrkur og hann er kennari. Og það er eitthvað við heilagan anda sem að það er vitið að stundum með fólk, það er með sár á sálinni, það fer til sálfræðings, það fer til ráðgjafa og það reynir að fá hjálp, en það er alltaf eitthvað djúpt inni og veistu hvað, að heilagur andi er í raun og veru sá eini sem getur læknað. Hann er læknirinn. Og ég man eftir ráðgjafa, ég á svona þykkan dóðurant, það var ráðgjöf, counseling heitir það, og hann var að vinna með konur sem höfðu verið misnotaðar. Og hann sagði, ferlið var vanalega frá 1 ári og upp í 3 ár. Og hann sagði, stundum var ég svo þreyttur að ég var alveg uppgefin eftir daginn. Og hann var lærður, sálfræðingur, og ég held að hann hafi verið geðlæknir líka, en hann var kristinn. Og hann einhvern tímann, þá sagði hann, ég hrópaði á Guð og ég sagði, hjálpaðu mér, ég get þetta ekki lengur. Og það var þá sem hann sagði að heilagur andi sýndi mér ákveðna aðferð til þess að ná til persónunnar og fara með persónunni
inn í atburðin og sýninni að Jesús, hann kemur þarna á staðinn og hann sagði að þegar ég fór að nota þessa aðferð sem heilagur andi kendi mér að það var eins og gegnum brot. Þarna var menntaður maður og hann fekk ráðgjafann, hann fekk huggarann í lið með sér og það gjörbreytti hans þjónustu. Og þetta virkilega sat í mér þegar fólk segir að já, ok, við þurfum sérfræðið þjónustu, við þurfum þetta, heilagur andi er ekki nóg, Jesús er ekki nóg. Heilagur andi er nóg. Ég er ekki að gera lítið úr sérfræðið þekkingu, hún er góð líka, en Jesús Kristur, sonur Guðs og hans mikli voldu í heilagi andi, það getur enginn komið í stað fyrir hann. Hann er okkar hjálpari og svo er líka, sjáðu til, ef þú þekkir hann og þú átt samfélag við hann, þú talar við hann, að þá biður hann fyrir þig líka. Hann segir, heyrðu Kitti, nú skulum við setjast, við skulum bara biðja saman. Byrja þú að tala við mig og ég skal tala við þig og ég skal tala við föðurum fyrir þig og svo ræðum við málið saman og við tölum okkar eigin tungumál. Vitið það, þegar heilagur andi kom niður á hvítasunnudag, þá byrjuðu lærisveinarnir að tala annað tungumál. Og það var tungumál manna. Af hverju veit ég það? Jú, af því að það hópaðist af fjöldi fólks og það skildu allir mállýskurnar sem þeir voru að tala. Fyrst komu eldtungur, svo kom heilagur andi og staðurinn hristist og skalf þar sem þeir voru og síðan gerðist bara kraftaverk að það hópaðist að fjöldi fólks til að vita hvað væri að vera. Pétur stóð upp og predikaði og það snerust held ég 3000 manns til kristinnar trúar þann dag. En sjáðu til, heilagur andi hann kom og sumir kristnir vil ekki trúa á tungutal, þeir segja að það sé frá djöflunum, ég sé bækur það, en sjáðu til að Páll, hann talaði tungum, hann sagði, Páll var eftir frumkirkjuna, hann talaði tungum, hann sagði, ég tala tungum ykkur öllum fremur. Og hann í Korinthubréfinu, 13. kafla, þá segir hann, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég ekki neitt. Þá segir hann að það eru til tungur manna og engla. Þannig að tungutalið getur verið tungumál engla eða tungumál manna. Þannig að þegar þú átt samfélag við heilagan anda, þá getur þú talað hans tungumál. Ég tala íslensku, ég tala líka ensku. Heilagur andi talar tungumál Guðs ríkisins og ef hann gefur mér tungumál, sjáðu til, hvað er svona rangt við það að ég geti talað tungumál á yfirnáttúrulegan hátt? Ég geti talað tungumál á yfirnáttúrulegan hátt ef hann gefur mér það. Sjáðu börn, þau eru mjög fljóta að læra. Pabbi og mamma, þau koma hérna til Íslands, kannski frá Brasilíu, Venezuela og pabbi og mamma þau læra ekki málið, börnin læra málið af því að börnin eru svo fljót og sjáðu heilagur andi hann getur kennt þér og mér að tala öðrum tungum. Það var það sem gerðist á hvítasunnudag en hann er samt persóna og það er eitt sem að Jesús sagði að hann kæmi í staðinn fyrir hann til að vera hérna þangað til hann kæmi og Jesaja, hann sagði, gaf okkur vers í 11. kaflanum annað vers og mér langar að við lesum það saman. Hann segir að heilagur andi, hann er andi vísdóms, hann er andi skilnings, hann er andi ráðspeki, Jesaja 11:2. Hann er andi ráðspeki, hann er andi kraftar, hann er andi þekkingar og takið eftir því síðasta, hann er andi óttadrottins. Og stundum þegar við viljum vita, er þetta heilagur andi eða er þetta einhver annar andi? Ef það er engin Guðs ótti í því sem er verið að bera fram, þá seti ég spurningamerki. Af því að andi
Jesús óttaðist föðurinn. Hann bar virðingu fyrir föðurnum. Heilagur andi ber virðingu og lotningu fyrir föðurnum og hann mun aldrei fara léttilega með málefni föðurins. Hann tekur það alvarlega. Þannig að hann er andi vísdóms, hann er andi skilnings, hann er andi ráðspeki, hann hefur ráðgjöf, góður ráðgjafi og hann hefur kraftinn til að reisa upp hina dauðu og hann hefur þekkinguna og hann hefur ótta drottins. Og þetta með þekkinguna og andan, ég munið eftir Yonggi Chu sem var pastor í Kóreu og hann var með restina 1.000.000 manna söfnuð. Hann byrjaði smátt en hann var einu sinni að tala við guðfræðing og þeir voru að ræða ákveði málefni og guðfræðingurinn segir við Yonggi Chu, hvernig skildir þú þetta? Þetta tók mig 2-3 ár að finna þetta út og rannsaka þetta mál. Yonggi Chu sagði við hann, heilagur andi sýndi mér þetta á 5 mínútum. Guð gaf honum bara á 5 mínútum, þannig að andin er andi þekkingar. Hann er andi skilnings, hann er andi vísdóms og kraftar. Og hann er andi ótta drottins. Þannig að það er svo margt í gangi í dag, það var margt í gangi í frumkirkjunni og við vorum að ræða á kallamótni hérna í gær, allar þessar villukenningar, gnostismi sem kom inn í frumkirkjuna og við erum að heyra þetta enn í dag, að fólk segir hluti sem eiga ekki heima í kristinni kenningu, af því að það les ekki orðið, það á ekki samfélag við heilagan anda, jú, við höfum tekið á móti Jesú, en við erum kölluð til að læra af heilugum anda. Ef við ætlum að vera kristinn, þá erum við kölluð til að læra af ritningunum og af heilugum anda. Amen. Bara að lokum bara nokkur dæmi hérna hvernig heilagur andi hann virkaði í frumkirkjunni. Þegar Filippus var að predika í Samaríu, að þá kom engill til hans og sagði hann að fara niður á veginn. Og hann fór niður á veginn og þegar hann er komin niður á veginn að þá sér hann svona vagn og þar er ráðherra frá Eþíópíu og andinn segir við Filippus, farðu að þessum vagni. Þannig andinn talaði. Það var líka þegar Pétur var í heimsókn einhvers staðar að þá talaði andi Guðs til hans og sagði hann að það væru menn að leita á honum. Og ég veit ekki hvort þið munið eftir því að þegar lærisveinarnir komu saman einu sinni að þá var deila hvort það þyrfti að umskera fólk eða ekki umskera fólk. Þá sögðu þeir að það er ályktun heilags anda og okkar. Það er ályktun heilags anda og okkar. Þá komu þeir saman, þeir töluðu saman og svo bara kom það út að stjórn safnaðarins og þar var heilagur andi með talinn. Hann var með. Þeir höfðu ákveðið þetta. Þannig að heilagur andi, hann starfaði á einum stað í postulasögunni 16:6. Þá segir Páll að þeir ætluðu að fara til Bíþíníu og þeir ætluðu að fara, en heilagur andi varnaði þeim að fara. Og það er mjög merkilegt að heilagur andi, þeir ætluðu að fara að predika Guðs orð og heilagur andi bannaði þeim að fara. Er það ekki svolítið skrítið? Heilagur andi bannið þeir að fara út að vitna. Þeir áttu ekki að fara á þessum tíma þangað. Seinna dreymdi Pál draum eða hann sá sýn að það var maður frá Makedóníu sem sagði kom yfir til okkar og þá skildi hann að Guð vildi hann færi til Makedóníu. Þannig að heilagur andi, hann leiddi þá í frumkirkjunni. Og mér langar að gefa okkur eitt vers hérna í viðbót. Það er í Rómverjabréfinu 8:26. Það segir þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber,
en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hyggja andans að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Það stundum þannig að við vitum ekki hvað við að biðja en ef þú þekkir heilagan anda, þú ert í samfélagi við heilagan anda, þá byrjar heilagur andi stundum að biðja bara í hjarta þínu og hann byrjar að hrópa, hann byrjar að kalla, jafnvel með orðum og andvörpum sem andinn getur ekki, eða sem að þú getur ekki klætta í orð. Ég man að hún Auður frænka mín og mammas Benna frænda míns, að hún vaknaði einu sinni upp nótt og hún sagði að það kom yfir hana bænaneyð og hún bað í ákveðin tíma með andvörpum og ákalli og svo fer hún bara aftur að sofa. Seinna fær hún að vita það að það var kona sem að, þið þekki hana hún heiti Gunna Magga, hún var í sjávarháska erlendis. Auður hafði tekið að sér að biðja fyrir henni. Hún fór í ársferð og þarna þessa nótt þá vakti heilagur andi Auði upp til þess að biðja fyrir Gunnu Möggu og hún frelsaðist úr sjávarháska. Hún lýsir þessu í minningagrein sem hún skrifaði Auði frænku. Og það þannig að ef að fólk á þetta samfélag við Guðs anda, þá vill þessi heilagi andi, hann vill nota þig þegar einhver í neyð til þess að biðja. Hann vill líka hjálpa þér þegar þú ert í neyð og þá biður hann innra með þér og í þér. Og þess vegna það að við segjum samfélag heilags anda og kærleiki Guðs sé með yður öllum og náðin Drottins vors Jesú Krist. Og þess vegna segjum við að Guð, hann hefur kallað okkur til að eiga samfélag við heilagan anda. Og ég veit ekki með þig, sumir sumum finnst gaman að eiga samfélag við annað fólk. Mér finnst það misjafnlega gaman. Það gott að eiga samfélag við sumt fólk, en best að eiga samfélag við heilagan anda. Ég svo oft reynt að miðla kannski hjarta mínu með mönnum eða Guðsmönnum og komist að því að þeir hafa engan áhuga á því sem ég að segja þeim og skilja mig ekki, en alltaf þegar ég úthelli hjarta mínu fyrir heilagum anda, þá finn ég friðinn hans koma yfir mig. Og ég byrja að tala öðrum tungum og ég finn að hann nálgast mig og við eigum samfélag saman. Þetta það besta samfélag sem til Og í morgun þá ég bara að þakka Guði fyrir að hafa fengið að eiga þetta samfélag í meira en 40 ár. Og það ekki sjálfgefið að eiga samfélag við þann sem allt skapaði. Það eru forréttindi að fá að eiga samfélag við hann sem allt skapaði og allt hefur gjört. Og Páll segir, sá sem talar öðrum tungum, í 1. Korintubréfi 14, 2 og 4, lesa hérna. Það segir, því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann leyndardóma. En þeir skildu á hvítasunnudag. Þetta 1. Korintubréf 14:2. Á hvítasunnudag skildu þeir. Sjáðu til, það til mismunandi tungutal. Það eru tungur manna og það eru tungur engla. Á hvítasunnudag skildu allir, stundum tölum við og við skiljum ekki, en andi okkar, ef við lesum vers 4, sá sem talar tungur byggir sjálfan sig upp, en spámaðurinn byggir upp söfnuðinn. Talartungum byggir upp sinn innri mann. Þegar ég fór í átak hérna fyrir eldri borgara,
þá hitti ég Janus nokkuð og hann sagði mér, nú ætlum við að koma þér í það að ganga 30 mínútur á dag. Hann sagði, hvað ertu búin að vera að ganga mikið? Ég sagði kannski svona hálftíma 3 í viku. Já, nú ætlum við að koma þér á þann stað að þú byrjar að ganga 30 mínútur á hverjum degi og það mun byggja þig upp. Og það mun hjálpa þér og þú verður hress og frískur, ég meina, jafnvel þó þú sért orðinn gamall. Og þið sjáu það að ég er gamall. En þetta kom upp í huga minn í morgun að, ok, ef við ætlum að gera þetta fyrir líkamann, hvað með að biðja og eiga samfélag við heilagan anda á hverjum degi í 30 mínútur, af því að hann segir að þá byggjur þig upp. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfan sig, spámaðurinn byggir upp söfnuðinn. Og sá sem tala tungum að hann fær líka spádómsorð. Það er talað um spádóm og útleggingu, talar Biblían um. Og ég var að fá bréf frá vinum mínum í Indlandi í gær og hann var að tala um vakningu. Hann er búinn að biðja í 60 ár, hann er bænahermaður. Hann biður ekki bara 30 mínútur á dag, þau biðja upp í 10-12 tíma á dag, af því að þau eru í stríði. Og hann er að segja, Guð hefur kallað mig til að biðja fyrir vakningu meðal þjóðana. Og hann sagði, það er svo skrítið að í Indlandi að þá hafa foreldrarnir, þeir hafa ekki miðlað þessari gjöf heilags anda með börnunum. Að börnin, þau þekki ekki tungutalið snýst um heilagleika Guðsaðan, að Guð kom í heilagleika og krafti en börn, sem sagt foreldrarnir hafa ekki miðlað þessu og þetta eru hvítasunnu kirkjur, sagðan. Og það er málið að við getum verið hvítasunnu kirkja, við getum sagt að við eigum heilagan anda, en ef við ekki eigum samfélag við hann, að þá er hann ekki í sinni fyllingu á meðal okkar. Ef við gefum honum 30 mínútur á dag til að eiga samfélag við hann og þá gerist eitthvað innra með okkur. Hann kemur og hann er með okkur þegar við þurfum á honum að halda. Amen. Þannig að andinn hjálpar okkur í veikleik okkar þegar við vitum ekki hvers við eigum að biðja. Þannig mér langar bara að biðja ykkur að hugleiða þetta að Guð, hann hefur kallað þig til að eiga samfélag við heilagan anda. Og það er ekki hættulegt að tala öðrum tungum. Og ég ætla að segja ykkur bara að lokum eitt dæmi að það sem kom fyrir mig. Af því að sumir trú ekki að tungutali sé frá Guði. Ég var á alfanámskeið einu sinni og þá kom svona yfir mig eitthvað að mig langaði að tala út og það var tungutali. Ég vissi að það myndi koma tungutali og ég hugsa, nei, það eru svo margir hérna sem eru ekki, voru nýjir, ég hneykslaði á og þannig ég hugsa, nei, ég geri það ekki. Og svo verður þetta bara sterkara og sterkara, þannig að ég hugsa, ok, ég bara geri þetta. Svo tala ég í tungum í einhverjar 2-3 mínútur og ekki, svo bara búið. Eftir samkomuna þá kemur kona til mín sem var ný og hún segir við mig, heyrðu, hvar lærið þú arabísku? Arabísku? Þú varst að tala á arabísku. Ég var au pair hjá arabískum hjónum í Svíþjóð og ég tala ekki arabísku reiðbrennandi en ég skildi hvað þú varst að segja. Og hvað var ég að segja, sagði ég? Jú, það var faðir sem var að segja að hann var að kalla á barnið sitt af því að hann vildi fá barnið sitt til sín. Það voru orðin sem ég sagði. Og hún sagði, nú veit ég að þetta er frá Guði. Þannig að það er ekki hættulegt að eiga samfélag við heilagan anda. Hann er og var og verður. Biblían segir í Jóhannes 14, 15 eða 16 að hann er gefinn okkur að eilífu. Hann er gefinn okkur að eilífu. Amen. Þannig að ég segi bara aftur, náðin drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með okkur öllum.
náðin Drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með okkur öllum. Amen. Amen. Nú ætlum við að ganga að borði Drottins og Snorri ætlar að koma og leiða okkur. Amen. Það hluti náðarinnar að fá að eiga hlutild í samfélagi og borði Drottins Jesú Krist. Ég veit ekki hvernig þú upplifir að eiga samfélag við borðið og við það sem við erum að gera. En ég ætla að fá að taka 2 ritningarvers til þess að bara byggja upp hvað við erum að gera. Það fyrra, það er tekið úr postulasögunni. Þetta er kveðjuræða Páls postula. Þegar hann er að kveðja þá í Efesus, þetta er í síðasta skipti sem hann hitti söfnuðin í Efesus. Og hvað vakir í huga hans, það er mjög athyglisvert. Hann veit að hann er ekki hitt að aftur. En hann er ekki að kveðja það þannig að hann er aldrei sjá það aftur, heldur hann felur þá í hendur náð Jesú Krists, Drottins oss. Hann segir þetta við okkur: Nú veit ég að þér munið ekki framar sjá mig, engin þér sem ég hef komið til og boðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir yfir í dag. Hvar ertu? Þetta er 27. versið í 15. kapitulunum, 28. kapitulunum. Þess vegna vitna ég fyrir yfir nú í dag að ekkert er mig að saka þótt einhver glatist. Þannig að menn hafa getað glatast þó þau séu söfnuði. Það er svolítið alvarlegt mál, sko. Og við getum verið svona trúið fyrir ákveðin tíma, svo missum við frá okkur það sem við erum með. En Páll er að rifja segir síðan við okkur: Því ég hef boðað yfir allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Sjáu þetta. Póstulasagan 20, 26 og 7. Ég ætla ekki að fara mikið meira út í þetta, en segja maðurinn sem að gefur okkur skýringuna á brotningu brauðsins, tala við okkur í Kórinthubréfinu, hann er með þetta í huga þegar hann að tala við Kórinthumenn og Efesusmenn. Hann er að kveðja og veit, hann er búinn að predika allt Guðs ráð. Og þess vegna er það svo hjá okkur hér, við höfum reynt að haga málum þannig að við segjum allt sem segja þarf. Ég veit ekki hvort að við erum að skilja eitt eftir út undan eða sleppa ykkur öðru, en það er allavega ekki með vilja. En viljin er sá að gera ykkur hæf til þess að vera sáttmálabundin í Jesú og taka allt Guðs ráð inn. Og með þessu orðum þá langar til þess að við byggjum fyrir þessari brauðsbrotningu og þegar við takjum við brauðinu og víninu, munið þá eftir. Þið eru sáttmálabundin í Jesú Kristi. Þið sem eru gift, þið eru sáttmálabundin maka ykkar og hann á að duga alveg fram að dauða. Það er ekkert sem fær ykkur aðskilið nema dauðinn. Og það er alveg sama hvað ykkur líkar við makan ykkar, þið bara eru sáttmálabundin honum. Þið sitið uppi með aðilann. Og þannig þarf þetta líka að vera með okkur og Jesú. Hann situr uppi með okkur. Og ég þakka Guði fyrir að hann er ekki alltaf að skilja við okkur og segja þið eru ómöguleg og að ég þarf einhvern annan heldur en þig, Snorri minn. Hann er með allt annað í huga. Hann er með það í huga að byggja okkur upp, tengja okkur og gera okkur þannig að við séum í náðinni, í kærleikanum og í samfélaginu. Það er þetta þrenning sem við erum að tala um. Ef að standa upp og biðja fyrir brauðinu og vínu. Amen. Drottinn Jesús, þakka þér fyrir að við höfum standa frammi fyrir þér í heilagri kvöldmáltíð og þessi táknmynd sem við berum, brauðið sem þú ert elskaði Herra og blóðið þitt sem þú gafst okkur til synda fyrirgefninga.
Takk fyrir að við megum vera sáttmálabundin þér og þessi sáttmáli eilífur sáttmáli í Jesú nafni. Amen.